Það líf og fjör og má búast við því að það færist líf og fjör yfir Vestmannaeyjar en þá er verið að tala það í fréttum að það verið að fara að gera kvikmynd eftir bók Gunnars Helgasonar, rithöfundar og leikstjóra og það víti í Vestmannaeyjum og hann Gunni á línunni hjá mér, sannlega blessaður. Hæ. Já, ég var að segja þetta svona í síman áðan að það færist nú smá brosi þegar ég sá að það ætti að fara að gera sem sagt mynd eftir fyrstu fótboltabókinni. Já, fannst það svolítið skemmtilegt? Já, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Já, mér líka. En hvernig þetta fyrir huga? Það eru þekktir einstaklingar sem að munu koma þetta fram í myndinu og í sinni eigin persónu. Já, það þetta er alltaf bók sem gerist á fótboltamóti. Já. Og eins og oft vel á fótboltamótum þá eru þekktir fótboltamenn á staðnum. Jú. Annarkvort fyrirverandi eða núverandi og Hemmi Hreiðars ætlar að leika sjálfa sig sem fyrirverandi fótboltamaður en núverandi þjálfari. Já, ok. Og Margrét Lára ætlar að leika sjálfa sig sem núverandi kraftspyrnu hetja. Ok. Þau þurfa nú ekki með. Það svona fyrstu leikarandi sem gátu ráðið, en það var alveg ljóst að hann ætlaði ekki að fá annað fólk til að leika þau, sko. Nei, sjálfsögðu ekki. En þú ert búin að vera að taka eins í pröfur krakka til þess að leika í myndinni. Já, við fórum til Vestmannaeyjafjörðinn og tókum bara alla sem vildi koma í pröfur og það kom ýmislegt út úr því. Og vonandi ef eftir að hringja einhverja þessu krökkum og byrja þau að koma í næstu pröfur. Já. Og við erum að leita að svolítið miklum fjölda af strákum og svo erum við að leita einni 10 ára stelpu. Ok. Og ætlið þið að halda pröfur einhvers staðar annars staðar líka? Já, við verðum með risavaxna pröfur í Reykjavík. Sennilega bara aðra helgi. Svona mánaðamóti, fyrst og annað verður. Og þá eru bara allir velkomnir sem vilja koma á aldrinum 9 til 11 ára og bæði strákar og stelpur og og ef þið komast ekki, ef krakkar komast ekki í pröfurnar þá ætlum við að bjóða upp á það að það megi senda inn vídeó á sér. Já, en skemmtilegt. En allt þetta nú þetta er fundur á miðvikudaginn þar sem að þetta verður svona allt ákveðið endanlega. Þannig að ég vil nú ekki vera eitthvað að segja mikið og ótt að vera að segja eitthvað veiklega, sko. Hvenær áætlað tökur farið fram? Við ætlum að stefna að byrja 18. júní. Já, þannig að þetta verður bara tekið upp í sumar. Já, og þetta verður tekið á 1,5 mánuði. Ok, og ertu að fara að leikstýra sjálfur eða hvernig? Nei, það er Bragi Þór Hinriksson leikstjóri sem tekur það að sér. Ok. En hann hefur leikstýrt öllum sveppamyndunum til dæmis og var svona á bakvið myndavélarnar í Stundir okkar sem góði var með. Hann þaulvanur. Já, gerði klukkur jól sem var sýnt fyrir jól fyrir að þetta fara svona mínu jóludagatal. Og hefur bara vanur að vinna með krakka og gera efni fyrir börn og við erum alveg sem að blasi hvað það var það. En nú ert þú búin að vera leikstýra sjálfur, verður auðvelt að vera svona á hliðarlínunni? Nei, það er mjög erfitt. Ég held að sé ennþá erfitt að fyrir alla hina þetta er mig. Ég langar svo að skipta mér af öllu hverja einasta smáatriði og ég er alltaf að senda ykkur á posta hvað með þetta og hvað með hitt og þetta það eru mjög þolinmóðir við samstagsfólk mitt á Sagafilm sem framleiðir myndina. Það mun ekkert koma inn þetta óvart þó að þeir verið komin með eyrnatappa í eyrun og Ég vona ekki. Ég vona að það væri bara minni ganga vel og við verðum að sjátt hvert við annars Já, við erum alltaf að róa í svona átt vonandi. Já. Það verður skemmtilegt að fylgjast með þessu. Er eitthvað áætlað að myndin fari í sýningu næsta ári eða? Já, við erum svona ætlum að stefna að hún verði fremst páskana 2018, sem eftir ár. Ok. Og það á nú að takast þetta ef okkur tekst að
taka hann upp í sumar á það tekst. En svona fyrir þá krakkar sem að langar hann kannski að komast, annarkvort að komast í pröfurnar eða langar að senda inn, hvernig svona best fyrir krakka að nálgast svona upplýsingar? Eins og ég segi, það verður alltaf ákveðið á fundi á miðvikudag og þá síðan verður þetta alltaf auglýst og þetta verður auglýst þannig að það er allir að sjá þetta og þar verður það svona nánari upplýsingar hvert á að senda og hvað á að gera á vídeónu og svona. Okay. Og við búumst náttúrulega við miklu fjölda af krökkum, þannig að þetta verður svolítið, það verður að skipuleggja þetta vel. En það er skemmtilegt tækifæri og fáileika í bíómynd og ég tala ekki að fara til Vestmannaeyja. Já, og þetta er náttúrulega, þetta er mjög erfitt hlutverk, Sérstaklega, það eru 3 hlutverk sem eru hreinlega mjög erfið. 4, 3 strákar og 1 stelpa. Það mæði mikið á þeim og bara tilfinningarlegar sveiflur og alls konar hlutir sem þessi krakkar lendi í mittinni og þannig að þetta er nú ekki neitt einfalt mál, Hvað er þetta margir krakkar sem að þú ert að leita eftir í hlutverk? Ertu búin að telja það? Hvað segirðu? Ertu búin að telja? Nei, ég er ekki búin að telja. Þetta eru einhverju 20 krakkar sem að tala. Ok. En svo, þú veist, þetta er þannig að Jón sem er aðal karakterinn, hann fer til Vestmannaeyja með liðinu sínu sem er fróttur í bókunum en af einsam ástæðum þá erum við búin að breyta frótti í nýtt lið sem heitir Fálkar sem við erum bara búa til og það er bara verið að búa til búninginn og félagsmerkið og allt saman í þessum töluðum orðum. Okay. Og mjög spennandi að sjá hvernig búningur það verður, ég er mjög spenntur svolítið. Já, og Jón sem fer til Vestmannaeyja og hittir það náttúrulega Ívar sem er svona heilaðan karakterinn sem býr við mjög erfiðar aðstæður heim hjá einstæðum föður. Mamma sitt áinn og þetta er svona mjög erfiðir hlutir sem þessi 2 gangi gegnum en með Skúla sem er bestu vinur Jóns og Rósu sem þeir kynna svona líka á mótinu. Og svo spilaði náttúrulega á móti fullt af liðum og við þurfum að finna strákar til að spila og sumir í þessum liðum tala við Jón og Skúla og Ívar. Þannig að þetta er alveg óendanlegur fjöldi, Fá nokkra línur. Já, svo þurfum við að fá foreldra til að koma og horfa. Það þurfum að vera 100 manns að horfa alla leikir á. Þetta er alveg risavaxið þegar kemur að leikara fjöldanum, Já. En það verður gaman að fylgjast með þessu í framhaldi og náttúrulega þú er komin aðeins út í aðra sálma, þú gafst út Mömmu klikk og ert væntanlega að halda áfram að skrifa. Já, ég sitt við skriftið í Ásarhreppinum og ég ákvað þetta fyrstlu. Nú, jæja, nú ertu ekki langt frá mér. Nei, hvað, ert þú á Selfossi? Ég er á Selfossi, Já. Og hvað, erum við að tala um framhald af einhverju eða eitthvað alveg nýtt? Nei, já, þetta er 3. bókin Stellu í Mömmu klikk seríunni, Já, ok. Fyrst var Mömmu klikk, svo var pabbi prófessor og núna kemur Anna best í heimi. Ok. Þannig að, já, það er 3. bókinni sín. Sonur minn sagði eftir Mömmu klikk að þú hefði greinilega ekki hitt mig. Nei, ég er stríðar. Hvað þýttir það? Þú var ennþá klikkar. Nei, ég var að skjóta bara þessu að þig. Þú hlýtur að vera ennþá klikkar, ég maður segja þetta. Nei, það er svo gaman þegar þú ert að skrifa. Þú skrifar svolítið á svona talmáli. Já, maður vinn það. Já. Ég reyna að hafa þetta þannig að krakkarnir þurfa ekki að stoppa við flóknar setningar eða mjög flókin orð. Það er alltaf að ég hendir einu og einu orðið röð en yfirleitt reyni ég að skrifa þetta frekar einföldu máli sem að truflar ekki svona lesskilning. Já, ef þú ferð eftir inn í einhverja bók kemst inn í eitthvað són og það má ekki neitt trufla eins og einhverju óskiljanlega orð. Reyndar hendi ég stundum inn óskiljanlega orðum og ég er búin að fá nokkar spurningar á Facebook frá rugluðum foreldrum sem er að útskýra fyrir börnunum sínum. Orð eins og tandíflast. Hvað er það að tandíflasta? Það er í Mömmu klikk,
Já. Veistu hvað það er? Nei, hvað er það? Já, þú verður bara að finna út af því. Við erum að fara að googla. Er eitthvað hægt að googla? Það er ekki skrítið að þú fáið þá Nei, veistu það, þetta er ekki hægt að googla það. Þetta er svo skrítið orð. Þetta er orð sem ég fann í fimbulfandi og þetta þýðir að blikka augunum ótt og títt. Já. Að tandi í flasta. Blikka augunum ótt og títt. Það er skemmtilegt. Það veit maður það. Já. Það er ekki eins og þetta að leita það upp í samheitaorðabókina þú veist að þessu? Nei, það er ekki hægt. Nei, þá færðu bara spurningar til þín, það er ekki flóknara en það. Já, nákvæmlega. En gaman að heyra í þig, Gunni, og hlakka til að sjá nýja bók og fylgjast með framhaldinu af þessum tökum. Já, takk fyrir að hringja. Bara gaman að heyra í þér. Sömuleiðis. Allt í fína. Ok. Já, bless. Bye.